Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis einn samfelldur áfellisdómur yfir því samfélagi sem hér var á Íslandi fyrir bankahrun. Við ætlum að ræða efni skýrslunar við þá formenn þeirra stjórnmálaflokka sem sæti eiga á Alþingi. Já, þau eru margir, Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs, Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Samfylkingarinnar og Þór Saari frá hreyfingunni. Það er nú ekki formlegur formaður. En við ætlum að byrja kannski á þér, Jóhanna. Hvernig, kannt þú einhverja skýring á því hvernig það getur gerst að í samfélagi þar sem að bankar eru einkavæddir árið 2003 sé í raun og veru búið að þurrka úr þeim allt fjármagn 5 árum síðar og setja samfélagið á hliðina? Nei, þetta er auðvitað alveg óskiljanlegt og eins og þið réttilega segir þá er þetta mikill áfellisdómur og það sem er grundvallaratriði núna er að læra af þessari skýrslu og það er svo mikilvægt að við tökum bara þetta allt til uppstokkunar og endurmats. Við erum að tala um stjórnmálin, við erum að tala um stjórnkerfið, við erum að tala um stjórnsýsluna í heild sinni, fjölmiðla líka, því við viljum taka fram að því að við staðið ykkur mjög vel í að kynna þessa skýrslu og það er eiginlega grundvallaratriði. Mér finnst þetta vera bara skyldu lesning fyrir alla að fara yfir þetta og grundvallaratriði að fara að þeim tillögum sem að þarna koma fram. Og það er alveg ljóst náttúrulega að hugmyndakerfi frjálshyggjunnar hefur svolítið biðið hnekki í þessu öllu saman. Þarna var verið að krulla saman valdi og stjórnmálum og viðskiptum og svo framvegis og það er nú aldrei góð blanda og þetta eru afleiðingarnar sem við stöndum frammi fyrir. Já. Bjarni, þinn flokkur sæti í ríkisstjórn frá árinu 1991 og það er nú varla þægileg lesning að fara í gegnum þetta vegna þess að rót hrunsins, hún nær ekki bara 2-3 ár aftur í tímann heldur miklu lengra. Hver er þín skýring á því að þetta geti gerst í lýðræðissamfélagi sem þar til fyrir stuttu hélt sig vera bara í fremstu röð á flestum svið? Já, það er nú samkvæmt skýrslunni býsna margar skýringar á því og ekkert einhlítt svar við þessari spurningu. Ég vil nú vekja athygli á því að það sem að gerðist hér er ekki einstakur atburður í þeim skilningi að bankamenn hafi farið illa með sína banka, eigendur þeirra og stjórnendur. Það er að gerast út víðan heim, Bretlandi, víða á meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum. Meginskýringin þar, eins og hér, er svo að regluverkið í kringum starfsemi þeirra var of veikt. Eftirlitsaðilarnir of veikir og stjórnvöld brugðust eftirlitshlutverki sínu og aðhaldi með þessari starfsemi. Menn hafa spurt sig að því hvort það hefur verið rangt að einkavæða bankana. Ísland var meðal síðustu ríkja í Evrópu til þess að færa eignarhald á bönkunum frá ríkinu yfir til einkaaðila. Þannig að það er þróun sem hefur ekki leitt til þessara hörmunga annar staðar og ég held að í sjálfu sér sé alveg augljóst að skýrslunni að það er ekki sá dómur felldur þar að einkavæðingin sem slík hafi verið mistök. En það er augljóst hér eins og víða annar staðar að regluverki brást. Við settum ekki þann ramma utan einkavæðinguna sem þurfti að vera til staðar og það hafði hörmulegar afleiðingar. Ég geti tiltekið nokkur atriði. Dreift eignarhald hefði verið gríðarlega mikilvægt. Reglur viðskipti eigendana við bankana sjálfa fór allt gjörsamlega úr böndunum. Stuðningur, fjárhagslegur, pólitískur við eftirlitsaðilana eins og fjármálaeftirlitið. Það voru mistök að aðskilja eftirlitið og hafa þá 2 stöðum í Seðlabankanum og fjármálaeftirlitinu. Ég geti tínt fleira til. Við sátum uppi með kerfi þar sem það gat gerst sem er algjörlega ótrúlegt að einn aðili sem var stór eigandi í einu bankanum, hann var með útistandandi áhættu í íslenska bankakerfinu sem nam rúmlega helmingnum öllu eigin fé í kerfinu. Þetta hefur allt komið fram, Eyvistur Bjarni, það hljómar lítið illa að þú sem formaður þingsflokks segir, já, regluverkið var bara ekki nógu gott og afleiðingarnar voru svona. Það er hver einasti kimi samfélagsins má segja sem fær fallengun. Fjölmiðlar brugðust, fræðasamfélagið og ekki síst stjórnmálamennirnir sem virðast hafa bara ekki haft hugmynd hvað þeir voru að gera. Já, nú var ég að lýsa orsökum hrunsins og þú ert að spyrja ábyrgðina. Ég held að ábyrgðin sé að sjálfsögðu hjá bönkunum og eigendur þeirra stjórnendum meðal annars, en ég ætla ekki að draga úr því að ábyrgðin á því að svona fór er að sjálfsögðu hjá stjórnmálamönnunum, er að sjálfsögðu meðal annars hjá Sjálfstæðisflokknum og öðrum þeim sem að stjórnuðu landinu í samstarfi við Sjálfstæðisflokkin. Við ætlum ekki að flýja okkar ábyrgð á því sem hér gerðist. Við erum kosnir til þess að gæta hagsmuna almennings. Það er almenningur sem hefur borið skarðan hlut frá borði vegna sem hér gerðist og að sjálfsögðu er það á okkar ábyrgð. Meginatriðið það að við viljum læra frá þessu. Ég gaf kost á mér sem formaður í Sjálfstæðisflokknum rétt eftir að eldarnir brunnu hér niður á Austurvelli til þess að gera eitthvað í málunum og ég vil breyta
í samræmi við þær tillögur sem hér eru á borðum og við viljum læra af þessu og byggja betra og auka lífskjörin, betra samfélag og auka lífskjörin í framtíðinni á Íslandi. Hvað segir þú, Þór? Við erum að lýsa þessu hérna, þetta á 5 ára tímabili, bankar eru einkavæddir, að koma að þeim einhverjir eigendur og það eiginlega ekki hægt að draga annan lærdóm af þessari skýrslu heldur en að bankarnir hafi bara verið þurrkaðir upp. Nei, Slogað úr þeim peningar og hvernig getur þetta gerst bæði hvað var það bankamennina og síðan hvernig leyfist þeim að gera þetta? Já, Jóhanna sagði hérna í upphafi, þetta er náttúrulega óskiljanlegt. Það ekki rétt, þetta ekkert óskiljanlegt. Skýringin þarna og það þarf bara að fara í gegnum þetta og þá skilja menn nákvæmlega hvað gerðist og það sem gerðist var að það voru hér mjög óeðlileg tengsl milli stjórnmálalífsins og viðskiptalífsins á Íslandi. Það hefur komið fram í öllum viðtölum við opinbera embættismenn og við eftirlitsstofnanirnar. Fjármálaeftirliti komst ekki lönd né strönd með fjármálafyrirtækin. Stjórnmálaflokkarnir voru alveg á kafi í fjárgjöfum frá fyrirtækjunum. Það var borið fé hér í stjórnmálaflokka og stjórnmálamenn alveg linnulaust. Það eru þessi óeðlilegu tengsl sem eru kannski aðalrótin að þessu og þar ber náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn stærstu ábyrgðina, Framsóknarflokkurinn að hluta og svo Samfylkingin í restina. Þegar ég tala um stjórnmálalífið í þessu samhengi þá vil ég byrja á því að undanskilja Vinstri græna því að þeir stóðu utan við þetta. Það voru þeir sem að gagnrýndu þetta á flest öllum stigum þess og þeim ber að þakka fyrir það. Þeir höfðu rétt fyrir sér. Þetta kerfi sem var byggt upp var mjög óheilbrigt og það þarf að taka það í sundur lið fyrir lið og byggja það upp á nýtt. Það sem að aftur á móti ég heyri niður á þingi í dag og í gær að það bendir ekkert til þess að þingmenn þeirra stjórnmálaflokka sem að eiga hér sök að máli virði það viðlits að axla einhverja siðferðilega ábyrgð í þessu máli. Það hefur enginn talað það í sínum ræðum og enginn formannanna talaði það í sínum ræðum á mánudaginn að hér væri einhver siðferðilegri ábyrgð til að dreifa sem að menn ættu að axla með afsögn. Alþingi Íslendinga aðalstaðurinn sem að þarf að byrja á til að laga. Það er sem sagt sitja mennin á þingi ennþá sem eiga axla sín ábyrgð og segja að sjálfsögðu eiga það. Já, ég taldi þá nú upp í ræðu minni í gær. Ég tel að þeir ráðherrar sem að nú á þingi og voru í ríkisstjórninni, hrunstjórninni árið 2008 að siðferðilega sé þeim ekki stætt á að vera lengur inn á þingi. Ekki að því þeir hafi gert neitt formlega eða lagalega af sér, en það verður aldrei hægt að byggja upp traust á Alþingi Íslendinga aftur fyrir að töluverður hluti þingmanna víkur þaðan. Það verður ómögulegt. Við höfum varaformann Sjálfstæðisflokksins sem kannski skýrasta dæmið. Við höfum Björgvin Sigurðsson sem að lenti náttúrulega í miklu verri aðstæðum heldur en að hann reiknaði með en engu að síður verður hann að axla þá ábyrgð. Ráðherrarnir, þeir bera stjórnarskrárbundna ábyrgð á því að fylgjast með málum. Þeir koma hér alveg af fjöllum og virðast ekkert hafa vitað. Ég einfaldlega trúi því ekki. Og ef að á einhvern tímann aftur að byggja upp trúverðugt Alþingi og trúverðugt stjórnmálalíf á Íslandi þá verða menn að gera svo vel og byrja á Alþingi Íslendinga og þeir verða að byrja strax. Talandi að koma fjöllum, Sigmundur, þinn flokkur átti nú heilmikinn þátt í því að byggja upp þetta kerfi síðustu 20 árin og við heyrum það hjá Valgerði Sverrisdóttur sem að þá var bankamálaráðherra að hún vissi varla hverjum hún var að selja þessa samfélagslegu eign bankan okkar á sínum tíma, skrifa undir það sem að henni var ráðlagt að skrifa undir án þess í raunin að vita hverjum hún var að selja. Lýsir þetta ekki þó nokkru bara hreinlega vanhæfi og vankunnóttu þeirra stjórnmálamanna sem áttu að sjá til þess að það væri almennilega farið með eignir samfélagsins? Skýrslan fer náttúrulega mjög ítarlega yfir það allt saman og þess vegna var það nú þannig að grasrótin í flokknum mínum hreinlega gerði uppreist og menn sögðu sem svo að því það var ekki búið að rannsaka þetta svona á sínum tíma en þó sáu menn svona nokkuð með hvað hafði gerst að sama nákvæmlega hvar ábyrgðin lagi og hvernig nákvæmlega þetta hefði gengið fyrir sig þá þyrfti að fara í róttæka endurnýjun og fyrir vikið þá var það þannig í janúari fyrra held ég róttækari endurnýjun heldur en hefur nokkuð tíma nátt í stað áður í íslenskri pólitík ekki bara hvað var það fólk að skipta fólk heldur ekki síður að gera upp varðandi stefnuna og viðurkenna það að menn hefðu farið út á sporinu þennan tíðaranda sem var orðin hérna allsráðandi og gera nauðsynlega breytingar í samræmi við það og þess vegna mjög gott fyrir okkur að fá þessa skýrslu núna og sjá svona hvað kannski búið að gera upp við og hvað þarf að skoða ennþá betur. Mér finnst aðalatriðið í þessu vera það að skýrslan sýnir
að eins og við vorum að tala hann fyrir rúmlega ári síðan, þá voru megin vandamálin þau að meðalhófið týndist og menn hættu til dæmis að leita eftir sérfræðiráðgjöf eða kannski gerðu það aldrei sem skildi, týndu þessum gullna meðalvegi og rök hugsuninni sem þarf alltaf að vera til staðar. Þetta voru aðalatriðin sem við vorum að tala á sínum tíma, þannig að ég held að þessi skýrsla sé mjög kærkomin fyrir okkur og góð til að byggja á. Já. Steingrímur, hvað segir þú? Þú varst nú svona í hlutverki viðvarandans lengi vel og það má alveg segja það eftir á að þú hefur bent á eins hluti sem að síðan urðu illu heilli og nú sérðu skýrsluna. Er þetta góð skýrsla? Skýrslan mjög vönduð og ítarleg og ég var ákaflega glaður þegar ég sá hversu viðamikið og vandað verk þetta því ég hafði af því vissar áhyggjur ef svo hefði ekki orðið að það hefði ekki lægst með okkur í framhaldinu. Þannig að ég held að skýrslu höfundarnir allir sem einn og ekki síður siðferðihópurinn ég þakkir skildar fyrir mikið og velunni starf. Þar með myndast mikilvægur grundvöllur fyrir okkur til þess að gera þessa hluti upp og síðan halda áfram. Það nú svo með mig að ég verð svona á víxl eiginlega óendanlega dapur og svo reiður þegar ég að lesa þessa skýrslu eftir því sem ég hef haft tíma til. Maður verður dapur að sjá andvara, aðgerðaleysið, eiginlega blinduna sem þarna var ríkjandi. Því þetta auðvitað hrun ákveðnar hugmyndafræði sem þarna verður og svo verður maður auðvitað reiður þegar maður sér og eins og ég taldi mig alltaf vita að þetta þurfti aldrei og átti aldrei að fara svona vegna þess að hættumerkin voru öll komin fram og það mátti öllum hugsandi mönnum vera það ljóst strax á árunum upp úr aldamótunum að þetta vera að stefna illa en það er ekki hægt að neita því og skýrslan dregur það mjög sterkt fram að 2004, 5, 6 þá blasti það við að við vorum að lenda í hreinum ógöngum og það var sagt og það var skrifað og mælarnir slóu allir í rautt og það var fjöldi mann sem átti að vera að horfa á þá. En það gerði engin neitt. Það sem gerir mig reiðan, og þó maður eigi ekki að vera það þegar maður ræðir alvarlega hluti, það að mér finnst það svo sárt að menn skildi ekki nota tíman þarna og meðan það var enn hægt að taka í taumana og afstýra því að þetta færi svona óendanlega illa. En talandi reiði, þá alveg óbásleg reiði kraumandi undir í samfélaginu, það fer ekkert milli mála. Og fólk kannski ekki síst reitt út í bankamennina, eigendurna, útrásarvíkingarna sem hér voru í hyltir á árum áður. Hvað á að gera við þá, ef ég spyr bara beint út, þar að segja þessi menn geta kannski ekki látið sjá sig á götu, en eiga þeir að fá að kaupa fyrirtækin sín aftur eftir afskriftir, þeir verða áreiðanlega ekki allir sakfelldir, það var margt sem var gert sem var bara siðlaust en ekki ólöglegt. Er ekki skýrslan bara að segja það að þessir menn eigi ekkert að koma nálægt viðskiptum hér? Mér sýnist nú mjög margt stefna í það innan ekki margra missera þá verði nú margir sem hér koma við sögu ekki í miklum færum til þess að eiga eða reka fyrirtæki. En það annarra í raun að ákveða það. Það réttarkerfið og þessi skýrsla mikilvægur hluti af því. Það síðan sakarannsóknir ef að það á við sem að afgreiða þau mál. Ég tel að skýrslan sé okkur gríðarlega mikilvæg og við ræðum kannski betur síðar í þættinum það sem snýr fram á við og við þurfum að draga lærdómana af og bæta í okkar stjórnkerfi. Því það að mörg að hyggja í því, en hún líka gagn fyrir sakarannsóknina og þarna reiddar fram miklar upplýsingar og nú hefur sérstakur saksóknari þetta til skoðunar. Skattarannsóknar yfirvöld að rannsaka fjöldamála, þannig ég spái því að það muni mikið gerast í þessum efnum á næstu misserum og það ekki þannig sem við viljum gera þetta. Við ætlum að horfast heiðarlega í augu við það sem gerðist. Við ætlum að fara í einart uppgjör, jável þó það verði sársauka-fullt vegna þess að það verðum við að gera. Við ætlum að rannsaka þessa hluti ofan í kjölinn og draga þá til ábyrgða sem ábyrgð verða að bera til þess að komast síðan áfram. Ég veit þið viljið tala varlega því að þetta ekki dómur en mér langar samt að spyrja ykkur svolítið ákveðið það. Hvaða einkunn hægt að gefa eigendum bankana? Hvaða einkunn hægt að gefa stjórnendum bankana? Menn sem að virðast hafa gengið þá ef marka má skýrsluna, bara eins og það væru allar reglur, það væri bara hægt að lána út og það er allar skilgreint með réttu hverjir eru tengdir aðalar og hverjir ekki. Þeir fáu þetta hrikalega falleinkunn og ég hygg reyndar að ef þú myndir spyrja þá sjálfa á þessum tímapunkti núna, að þá myndir fallast á það að þeir allir saman hafi gert hrikaleg mistök, tapað allir í yfirsýn, vanmetið áhættuna, reynt að hagnast með því að bjarga sér eitthvað síðar þegar þeir voru komnir í vandræði og svo framvegis. Ég hef nefnt það í umræðu þessi mál og það talað
hrun einhverjar hugmyndafræði og svo framvegis. Já, í löndunum annar staðar í kringum okkur, þar sem að menn eru að glíma við sumpart svipuð vandamál. Ég ætla ekki að líka vandanum að öllu leyti við það sem er að gerast annar staðar, af því að hann er meiri hér og flóknari. En þar vilja menn þétta regluverkið. Síðast í dag, Gordon Brown baðast afsökunar á því að hafa ekki haft regluverkið í lagi í Bretlandi, vegna þess að það hefði gefið bankamönnunum frelsi sem að lenti á almenningi þar í landi. En menn ætla ekki að fara að taka og ríkisvæða bankakerfið, menn ætla ekki að fara að láta ríkið auka umsvif sín, menn ætla að treysta eftirlitið og reglurnar, herða þær og reyna að fyrirbyggja svona hlutir endurtaki sig. En bara örstuð svar, eiga þeir menn sem að mest er talað um í þessari skýrslu að halda áfram hér út á viðskiptaagrinu? Já, það er það sem ég ætla að koma inn á, að ég hef verið að nefna í umræðinni, varðandi frelsið og ábyrgðina. Það er algjörlega órjúfanlegur hluti af þau frelsi sem við tölum fyrir að menn sæti ábyrgð, og þeir sem hafa brotið lög, farið svig við reglur, þeir verða að sjálfsögðu að sæta ákærum og dómi fyrir slík brot. En hvað með það sem hafa ekki brotið lög, en hins vegar brotið flestu siðferðisviðmið sem við teljum að eiga að gilda okkar samfélagi? Af þeim sem hafa stjórnað og rekið bankana? Já, ég held að við stöndum þar frammi fyrir vanda sem að menn hafa oft staðið frammi fyrir bara í mannkynssögunni, og það er erfitt að koma höndum yfir. Mér finnst mikilvægast að þingið, og ég vil tiltaka það að Sjálfstæðisflokkurinn átti frumkvæði því að taka þessa skýrslu saman. Ég ekki ætla að gera lítið úr samstarfi allara flokka það verkefni, en það var samt þannig. Þingið hefur gert sitt til þess að upplýsa nákvæmlega það sem að gerðist. Það liggur hér fyrir okkur í hátt í 3000 blaðsíðum. Þannig höfum við komið til móts við kröfuna sem er eðlileg og sjálfsögð að allt verði dregið upp á borðið, og þar með talið siðferðisbrot af þeim toga sem þú ert að nefna, og við höfum komið þeim í opinberri umræðu. Skjóta einu inn það hverjir eru hæfir til að eiga fyrirtæki. Við erum að spyrja okkur að því núna og það er fullt gilt. En hefði ekki þurft að spyrja að því þegar bankarnir voru einkavæddir á sínum tíma og eins og það var gert? Kom það ekki í ljós að þessi glórulausa aðferðafræði að afhenda ríkisviðskiptabankana 2 tilteknum hópum sem reyndust síðan algjörlega vanhæfir til þess að eiga og reka banka. En Steingrímur, þú veist við vitum alltaf hverjir eiga bankana í dag. Þegar Bjarni Benediktsson segir að skýrslan útkljái það í sjálfu sér ekki sem mistök að hafa einkavætt bankana, hún gerir það víst vegna þess að hún fellir áfellisdóm yfir aðferðafræðinni sem var notuð. Ekki prinsipin það að færa eignarhaldi yfir til einkaaðila. Þú ert nú nýbúin að einkavæða bankana sjálf, Steingrímur minn. Það er það sem þú ert að stæra af því að vera ekki að binda eignir eða fé almennings í bankakerfinu, þú ert að stæra af því á þinginu. Hvað er það sem kemur í veg fyrir þetta gerist aftur? Nú er búið að selja 2 banka og við vitum varla hverjir eiga það. Jú, við vitum það alveg nákvæmlega. Það eru innlend eignarhaldsfélög í eigu skilanemnda gömlu bankana og bakvið þau standa kröfuhafarnir, og nú liggur orðið fyrir hverjir þeir eru. Þannig verður eignarhaldinu háttaðum sinn, og í reynd verða þannig að Íslenska ríkið átti aldrei þessa banka nema bara mjög litlu leyti, og fjármögnun þeirra fór síðan þannig fram að skilanemndirnar hafa reikningslega átt þær frá upphafi. Við skulum aðeins, mér langar nefnilega að fá okkur öll til þess að tala aðeins útrásavíkingana. Það er svo mikið talað um þá eigendur bankana og annað, hvernig þeir völsuðu bankana. Hvað segir þú það, Jóhanna? Ég meina, þetta er náttúrulega svakalegt að lesa sumt það sem þarna kemur fram. Já, það er auðvitað svakalegt, og þetta er alveg siðlaus og taumlaus græðgi sem að þarna ríkti, og að þetta skulle hafa getað viðgengist í svona langan tíma. Og ég vil út af því sem Þór sagði hér áðan að það nú bara verið Vinstri grænir sem vöruðu við, að þá voru að minnsta kosti 20 fyrirspurnir sem ég var alltaf með út af þessu máli, krosseignatengslunum, lánveitingunum, þar sem eigendur voru að lána sjálfum sér, þetta bóluhagkerfi, innistæðutryggingarnar og allt saman, og ég fekk alltaf þau svör frá þáverandi viðskiptaráðherra að þetta væri allt í besta lagi, fjármálastöðugleikanum væri ekki ógnað og svo framvegis. En þetta er liðin tíð, það er mikilvægast að læra þessu, taka þessa skýrslu núna og fara nákvæmlega eftir því sem þarna kemur fram. Það er ýmislegt sem við erum búin að gera, að því hér voru nefndir útrásarvíkingarnir, hér var nefnd réttarkerfið. Við vorum núna bara síðast í ríkisstjórn, þá vorum við að ræða það hvernig við gætum bætt réttarkerfið, aukið þar við mannskap, og það verið að vinna þar að áætlun sem að stór eigur mannaflan inn í réttarkerfið til að taka á þessum málum. Ég mun nú hitta Evu Sjóli þegar hún kemur núna til landsins á morgun eða föstudaginn, og það er mjög mikilvægt að réttarkerfið sé þannig og mannskapurinn í kringu það, peningarnir sem við látum í það sé ekkert til sparað að það sé tekið á þessum málum. En þess að reynslan sem við verðum að læra af þessu er að þetta gerist aldrei aftur.
og það verða allir að fara í naflaskoðun, allir aðalega sem þarna eru taldir upp, viðskiptakerfi, fjármálalífið, forsetaembætti líka, það talað það, stjórnmálin ekki síst. Við erum núna í Samfylkingunni að þá munum við verða með flokkstjórnarfund á laugardaginn þar sem verður mjög nákvæmlega farið honni í þetta. Ábyrgð Samfylkingarinnar í þessu efni, við viljum taka hana algjörlega fyrir hvað hefur brugðist, hvernig hefur við brugðist, hvernig getum við lært af þessu. Við munum vantarlega byrja þarna og sitja svo á umbótanefnd sem mun skoða þetta allt saman áfram vegna þess að við ætlum okkur að fara honni í sauman á þessu að því eru okkur varðar og við ætlustu líka til þess að við gerum það. Snýst þetta ekki að mjög miklu leyti hreinlega bara gildi, þar að segja að samfélagið var búið að tapa því sem að hafa verið talin svona eðlileg siðferðisgildi, kannski hafa þau bara hreinlega ekki verið, en að minnstofasti þá var það, þótti bara græðgi var flott. Þetta alveg hárrétt. Og býta aðeins, og spurningin kannski svo, hvað Páll Skúlason hefur lagt til að við förum bara að kenna siðfræði frá fyrsta bekk á leikskóla, bara til þess að við lendum ekki í því sama aftur vegna þess að það meira en að segja það að breyta hugafæri heillar þjóðar. Já, það sem er kannski mikilvægast í því að kenna gagnrýna hugsun, en ef það er eitthvað eitt atriði sem á að nefna umfram önnur sem hafi orðið til þess að þetta gerist allt saman, þá er það einmitt þetta. Það var hérna orðin allsráðandi einhver tíðarandi sem að menn ýmist þorðu ekki að gagnrýna eða bara datta ekki til hugar vegna þess að þetta var orðin hinn eini sannleikur. Og ég held að sé svo sem kannski ekki mikil hætt á því að þetta endurtaki sig á nákvæmlega sama hátt, að menn fari í samskonar æfingar í fjármálakerfinu. Þetta er samt lítið samfélag og samkrullið verður oft, þetta er svo óformleg samskipt oft. En hættan sem við stöndum frammi fyrir núna er svo að það verði einhver nýr tíðarandi ríkjandi sem að ekki má gagnrýna. Og manni finnst það jafnvel þegar verið að byrja að gerast. Það er komin einhver ný svona alls ráðandi gildi eða gildi er ekki rétt orðið, heldur bara einfallega tíðarandi, einhver einn sannleikur. Og ég til dæmis óttast að nú séum við að sveiflast úr einum öfgunum yfir í aðra. Að allt það sem að menn gengu of langt í áður, það er að fara algjörlega í hináttina. Þannig að af því menn voru með of mikið frelsi, þá er núna boð og bönn að gilda og það að gagnrýna þau þýði að menn sé bara hlindir því sem fór aflögu. Við verðum að nota tækifæri núna til þess að finna þennan gullna meðalveg, því að það er það sem vantaði. Og hann finnur ekki nema með rökhugsun. Og það vantaði aftur og aftur rökhugsunna, því að margt af þessu sem að er verið að kynna núna með stórum fyrirsögnum sem stórar nýjar fréttir, það eru hlutir sem eru búin að vera hérna og liggja fyrir lengi. Jafnvel var hægt að sjá í ársskýrslum fyrirtækja. Í seinni hluta árs 2007 þá skrifaði ég skýrslu þar sem niðurstaðan var sú að bankarnir færu á hausinn. Þegar ég fyrir hluta árs 2008 var svo undrandi á ríkisstjórninni að bregðast ekki til þessu, þá sendi ég þetta á nokkra meðal annars hérna sjónvarpið. En þetta gæti maður reikna bara með því að fletta ársskýrslum fyrirtækjana. Já, skýrslan alltaf staðfestir rosalega margt af því sem að kannski hefur verið talað hingað til, en það er eitt sem að kannski er pínlítið rauður þráður, sérstaklega það sem að lítur að stjórnmálunum og stjórnsýslunni. Það eru svona einhver persónleg illindi á milli ráðherra eða á milli starfsmanna, stofnana og ráðherra og annað hefur alveg gríðarlega mikil áhrif að þér veriðist í aðdragandi hrunsins. Já, þessi skýrsla, hún náttúrulega staðfestir allar þær verstu grunnsemdir sem að maður hafði stjórnsýsluna og samkrull stjórnmálaflokka og stjórnsýslunar og hvernig stjórnmálaflokkar röðuðu skipulega sínum eigin gæðingum á jötuna út alla stjórnsýsluna til þess að stjórnmálamennirnir fengju meiri völd sjálfur. En hvað segir þetta samskiptaleysi sem að skýrslan er alltaf að lýsa aftur og aftur? Menn bara, embættismenn höfðu bara, þeir bara fóru sínar eigin leiðir, þeir höfðu bara, ég meina ráðuneytisstjórinn í fjármálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu, það er talað mikið þá þarna. Að þeir bara höguðu sér eins og kóngar í sínu eigin ríki. En þess utan að þá eru þessar persónulegu deilur sem ná ekki að hefja sig yfir. Það eru illindi, það er tortryggni sem ná ekki að hefja sig yfir bara til þess að stjórna landinu. Já, seðlabankastjóri og afstaða hans til dæmis til ráðherra Samfylkingarinnar á þeim tíma var náttúrulega, ég meina bara eins og við var að búast. Ég meina þetta eru menn sem voru ekkert að stíga fram á sjónarsvið á Íslandi í fyrsta skipti. Davíð Oddsson var búinn að vera hér í áratugi í stjórnmálum og menn vita alveg hvers konar vinnubrögð voru við höfð á þeim bæ. Þannig að það þarf ekkert að koma á óvart að þegar hann verður seðlabankastjóri að þá bara gerir seðlabankin og allir hans undirmenn eins og hann segir og vekur upp tortrygni gagnvart öðrum. Það sem að þessi skýrsla kannski leiðir fyrst og fremst í ljós að eftirlitsstofnanir ríkisins, Alþingi Íslendinga, stofnanir þess, þær brugðust og
þær brugðust út af því að stjórnmálamennirnir sem voru kosnir af almenningi, þeir misfóru með það vald sem að þeim var falið af almenningi og þeir gerðu það kosningar eftir kosningar eftir kosningar og það verður að koma hér á skilmerkilegra og skilvirkara stjórnskipulagi heldur en verið hefur. Það getum við gert með því til dæmis að auka lýðræðið, með því að skera á tengsl viðskiptalífs og stjórnmálalífs. Og það verið að tala hér að það þurfa að byrja hér upp á nýtt. Sko það rétt að það komi fram að það ekki lengra síðan en klukkan 5 á sunnudaginn. Þá var ákveðið á fundi í forsætisráðuneytinu að leggja fram frumvarp fjármál stjórnmálaflokka þar sem ennþá galopið á framlög viðskiptalífsins til stjórnmálaflokka og til stjórnmálamanna. Þannig að menn virðast ekkert, það að vísu daginn áður en að skýrslan kemur, þannig að maður gefur þeim kannski smá sens á að átta sig á málinu eftir það. En þetta meinsemd sem að heitir spilling í öðrum löndum. Þetta meinsemd sem að Þorvaldur Gylfason kallar mútur. Ég tek ekki svo sterkt til orða að þingmenn séu mútuþægir, en það verður að koma skikki á tengsl viðskiptalífs og stjórnmálaflokka og það verður að gera það strax. Þú mátt bregðast þessu örsnögt svo langar maður spyrja þig um annað. Mér finnst þetta ósækjart hjá Þór Saari að segja þetta vegna þess að við vorum náttúrulega allt og sein að sitja löggjöf fjármál stjórnmálaflokkana, það skal viðurkennt. En við erum eina framsæknustu löggjöf núna fjármál stjórnmálaflokkana sem við erum að endurbæta og Grego sem að fer yfir svona fjármál og spillingu í samfélaginu, að við höfum viðurkenningu frá þeim að við erum búin að ganga mjög langt að því að varða það að setja lög og reglur fjármál stjórnmálaflokka og erum þar að ganga enn lengra núna með breytingum á þeim lögum sem verða lagt fram núna vonandi næstu daga. Einstakir þingmenn hafa þegið milljónir og tugi milljóna í framlög. Ég meina það spilling. Það heitir því nafni og hefur alltaf heitið því nafni og ef að menn ætla að byggja hér upp trúverðuleika aftur á Íslandi og stjórnmál það sem að siðferðisvitund til staðar, þá verður að skera á það. Það bara einfaldlega verður að gera það. Og það ekki verið að því í þessu nýja frumvarpi og það ekki verið að taka á þessari siðferðilegu ábyrgð með neinum hætti ennþá á Alþingi Íslendinga. Við skulum tala hérna aðeins þetta sem ég kom aðeins inn á. Það þetta sem lítur að vanrækslu ráðherra í skýrslunni og þessum almenna sofandahætti. Og það nú ekki hægt að segja hana, Jóhanna, heldur en að það sé margt inn í þínum flokki og inn í sjálfstæðisflokknum og samskiptunum þarna á milli bara inn í ríkisstjórninni sem að eru svolítið orsakavaldur í því að það var til dæmis ekki hægt að bregðast betur við. Ég meina samskiptaleysið á milli Björgvins G og Ingibergar Sólrúnar. Hvað finnst þér þetta þegar þú lest þetta? Þú situr þarna með þeim í ríkisstjórn. Það náttúrulega alveg ljóst og skýrslan segir það að eftir árið 2006 þá var ekki hægt að bjarga bönkunum. Og þegar við komum að þessu þá má segja það að við höfum tvennt hafi gerst að við höfum kannski ofmetið þann tíma sem við höfum til að taka á málum og síðan höfum við ofmikið trúað þeim eftirlitskerfum sem við búum við sem sögðu að hér væri allt í besta lagi og við stæðustum öll fjármáluleg áföll. Það alveg ljóst og kannski var það líka að við vorum of lengi með sjálfstæðisflokknum eftir að hrunið kom fram að taka á öllum málum og þar var töluvert tregða Svo ég beinir aftur það sem ég að spyrja ég meina, hvað segir þetta rosalega samskiptaleysi sem þarna á æðstu stöðum? Við erum að tala það að menn talast alla við. Já, það náttúrulega ekki nógu gott ef það þetta var eins og þú segir þarna á æðstu stöðum og ég var nú ekki þarna. Og í ríkisstjórninni sem þú átt sæti í? Já, í ríkisstjórninni sem ég á sæti í og það samskiptaleysin voru mikil og það má líka segja að einn lærdóm getum við lært af þessu og það það að taka fyrir allar pólitískar ráðningar í æðstu stöðum í stjórnkerfinu. Samskiptaleysi, hvar var það? Það var hjá Seðlabankanum og viðskiptaráðherra og ég býst nú við að það hafi nú verið eins mikið Seðlabankastjóranum að kenna eins og viðskiptaráðherra. Það sá lærdómur sem við eigum að draga af þessu. Og síðan eigum við að skoða það hvort að við eigum að huga því að hafa hér fjölskipað stjórnvald, þannig að ákvarðanir séu meira þá allar teknar inn í ríkisstjórn. Við erum byrjað að vinna þetta. Það kemur fram í skýrslunni að það var alltaf að tala þegar bankarhrunið að dembast yfir og þá erum við allar ræðum í ríkisstjórn. Já, það ekki til fyrirmyndar að það sé gert. Það ámælisvert að það sé gert. En við höfum verið að reyna að bæta úr þessu inn í stjórnkerfinu með því að koma á ráðherranefndum í ýmsum stórum málaflokkum eins og í efnahagsmálunum og svo framvegis sem hittist reglulega hver einustu viku og fer yfir alla þætti efnahagsmála það sem hefur skeð vikuna á undan og svo framvegis. Þannig að við erum vissulega að læra af þessu og
og reynslunni ríkari og það sem ég segi og skal segja enn og aftur, við verðum að læra þess og taka þetta allt í gagngerðar endurskoðunar og gera það fyrr en seinna. Tíma okkar verður að fara í það núna á næstu vikum og ég trú á því að við munum ná því við erum komið það langt núna í forsætisráðuneytinu að vinna í því að bæta stjórnkerfið að við getum komið fram með frumvörp það til þess að bæta það núna áður en að þinginu líkur í vor. Já, það veitir ekki af með við dóminn sem að allt kerfið fær í skýrslunni og við heyrðum nú síðast bara í kvöldfréttum útvars í stjórnmálafræði prófessor sem lýsti bara gríðarlegum vonbrigðum yfir viðbrögðum stjórnmálamanna sem halda áfram að vísa hver á annan og segja já ég bar nú svo sem ekki beina ábyrgð og þið hefur nú svo sem öll sagt að já við bendum á þetta og þetta var nú meira hinum og þessum að kenna. 3 ráðherrar eru sagðir sekir vanrækslu, 1 sleppur eiginlega á svona tæknilegum atriðum að segja, seðlabankastjórarnir, forstjóri fjármálaeftirlitsins. Má ekki eiginlega segja, nú Jóhanna Steingrímur, þið eru búin að vera á þingi í 30 ár hvort, voru stjórnmálamennir bara búin að gleyma því hvert þeirra hlutverk var, það að segja að stjórna? Nei, sko þetta svo margt sem leggst hérna saman, menn tala lög og reglur og Bjarni segir að það þarf að styrkja regluverkið. En ef að menn voru vísvitandi að brjóta þó þær reglur sem áttu að setja hlutunum skorður á sínum tíma, leysum við það þá með því að laga reglurnar? Nei, við leysum það með því að tryggja að andrúmsloftið í samfélaginu sé þannig að þeir menn sem veljast til forystu, þeir séu þannig að þeir virði reglurnar, þeir vilji virða þær. Þetta fyrst og fremst spurning hugmyndafræði og hugarfar og hvort tveggja brást okkur algjörlega og við verðum að horfa alvarlega í augun á því að þessi einkavæðingar græðgis stefna sem hér var sleppt lausri að það ætti alltaf að vera svona frjálst og svo það stjórnvöld sem túlka það þannig að frelsi þýði afskiptaleysi og þeir sem fá frelsið, viðskiptajöfrarnir, bankamennirnir, þeir líta svo á að frelsinu fylgi engin samfélagslega ábyrgð. Þessa þætti lagar ekki með reglum. Þetta spurning hugarfar, heiðarleika og það fyrst og síðast að innræta hér góða siði og heiðarleika og gera allt sem við getum til þess að andrúmsloftið og stemmingin í okkar þjóðfélagi sé þannig að það sé aðhald frá fjölmiðlum, frá alþingi á að allir hegði sér þannig. Við urðum allt og samdöina þessu allt og mörg því miður og þeir fáu sem að voru að reyna að benda á það að við værum að fara út af sporinu sem þjóð, við værum að fara í ranga átt, við vorum að fara í burtu frá hennu hefðbundna norræna velferðarsamfélagi og við stærðum okkur að því, eða sumir gerðu það, að við værum að verða svona gróða samfélaga alla Bandaríkin og þangað ættum við að stefna. Og það þetta sem má aldrei endurtaka sig, að Íslendingar fari siðferðislega og hugmyndafræðilega út af sporinu. Reglum getum við alltaf breytt og það við sjálfsögðu að reyna að gera. Já, ég meina svo seint sem í mars 2008 þegar allt var í rauninni hrunið eftir því sem að þarna segir að þá eru forsætisráðherra og utanríkisráðherra í svona ímyndarherferð í útlöndum til þess að reyna að byggja undir. Þá komið að öðru stígi þessa mál sem einhvern veginn svona afneitunin, ráðleysið og síðast lömunin. Og það auðvitað eitt af því sem gerir mann óendanlega dapran, af því ég tel að þetta fólk sem þarna var, þau eru góðar manneskjur. En það var eitthvað óskaplegt ráðleysi, vonleysi og síðan bara lömun, lögst yfir íslenska stjórnkerfi. Ég skýri það að hluta til þannig að Sjálfstæðisflokkurinn var búinn að vera mjög lengi við völd. Kerfið var orðið mjög aðlaga því að hér væri sterkur flokkur við völd og það var orðið mjög samgróið inn í ráðuneytum og víðar. Þetta valdakerfi Sjálfstæðisflokksins og auðvitað flokka sem með honum voru lengst Framsóknarflokksins og í stuttan tíma Samfylkingin. Og það var eins og enginn gæti bara trúa því að þetta gerðist. Og menn bara voru í afneitun, fullkominni afneitun. Vissulega það þannig að þegar maður les svo samskipti þarna sérstaklega undir lokin milli Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar og ráðherranna ríkisstjórnarinnar þá maður gáttaður. Og við megum ekki dæma íslenska stjórnskipun og ríkisstjórnir á Íslandi almennt út frá því að þarna var greinilega orðið algjörlega óstarfhæft ástand, lömun, úrræðaleysi og í raun og veru landið meir og minna stjórnlaust og í upplaust. Hvernig sló það þig að lesa þetta? Þetta er þinn flokkur sem búin að vera svona lengi við stjórn, þetta er þínir samherjar, þannig eru Geir og Árni í einhvers konar samskiptum við Ingibjörgu og Björgvin. Björgvin haldið utan við þetta, það eru óendanlega skringileg samskipti þarna á síðustu metrunum. Hvernig sló þetta þig? Auðvitað maður slegin yfir mörg af því sem þarna kemur fram. Auðvitað lítum við það mjög alvarlegum augum að þeir sem að gengdu forystu fyrir Sjálfstæðisflokkinn voru ráðherrar
skuli fá þann dóm í skýrslunni að teljast hafa vanrækt skyldur sínar og fleiri til. Það ber að taka mjög alvarlega. Ég hafna því hins vegar algjörlega að það hafi verið með einhverjum hætti svo siðfræði sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir, svo stefna sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir sem að hafi valdið þeim því siðferðisrofi sem að áttu sér staði í samfélaginu og þeim siðferðisbrestum sem að Steingrímur var að lýsa hér áðan. Ég vil hins vegar taka undir með honum varðandi það að út í samfélaginu þarf siðferðir hins vegar að vera í lagi og við þurfum að huga að því að hvað stjórnvöld geta gert til þess að ýta undir heilbrigða hugsunarhætti, heilbrigða viðskiptahætti, almennt að stöðva og drepa í fæðingu alla tilburði til þess að fara á svig við það sem að samfélagið er sátt við. Ég vil meina og sagði það strax á landsfundi síðasta vor, það sem gerðist hér gerðist þrátt fyrir stefnu Sjálfstæðisflokksins, ekki vegna hennar, en við sváfum hins vegar á verðinum í eftirlitinu og við skulum ekki gleyma því þó að þáttur stjórnmálana komi mjög við sögu í þessari skýrslu og við þurfum að svara því flokkarnir og það mun Sjálfstæðisflokkurinn gera hvernig við hyggjumst læra þessari reynslu og bregðast við að þá eru aðalsökudólgarnir í þessu máli þeir sem að stýrðu bönkunum áttu þá og misfóru með það frelsi sem að þeim var falið. Ertu ekki núna komið nákvæmlega í þennan leik sem allir eru að kvarta undan eftir? Einn bendur á annan og annar bendur á hinn. Og Bjarni, og hversu trúverðugt er það? Þú varst hér í kvöldfréttunum að tala boðsferð þegar þú fórst golfferð á vegum Glitnis. Varaformaðurinn er nefndur þarna í skýrslunni sömuleiðis með gríðarlega skuldir inn í bönkunum þar sem átt að hagnast á skjótfenginn hátt. Hversu trúverðugt er það þegar þetta kemur frá þess að þetta fórist út úr flokk? Býðum aðeins við. Varandi mín persónulegu mál. Á þeim tíma sem ég þigg þessa boðsferð, þá er ég stjórnarformaður í einu stærsta fyrirtæki landsins, eða einu af 20, 30, 40 stærstu fyrirtæki landsins. Það ringdi til mín boð um að koma í ýmiss konar ferðir af þessum toga. Höfðu þið einhverja stefnu í því hvort að það bæri að þiggja þér eða? Nei, almennt hafnaði ég slíkum boðum. Ég þáði eina slíka ferð árið 2006 og aðra árið 2007. Á þeim tíma þótti mér það ekki óeðlilegt. Þegar ég horfi tilbaka núna, þá sé ég auðvitað í heildarsamhengi hlutana að þessi hlutir voru komnir algjörlega út úr öllu eðlilegu samhengi. Árið 2008 þá hætti ég í öllum stjórnum, slít tengsl mín við atvinnulífið. Það minnst á það að ég skuldi í Glitni á árinu 2008 í skýrslunni. Þær skuldir voru allar uppgerðar á því ári. Ég hef enga óeðlilega fyrirgreiðslu fengið neins staðar. Á árinu 2009, eftir að hrunið hefur átt sér stað, eftir að minn flokkur er í gríðarlega mikilli vörn og ljóst öll mín viðskiptatengsl í atvinnulífinu og minn bakgrunn þar sem að ég skammast mér nákvæmlega ekki neitt fyrir og tel reyndar að tengsl við atvinnulífið séu mikilvæg fyrir stjórnmálamenn. Það er hins vegar mikilvægt að þar sé allt upp á borðum. Eftir allt þetta þá ákveði ég að stíga fram og segja við sjálfa mig, ég er tilbúinn til þess að leggja mig allan fram að gera eitthvað í hlutunum hér. Þegar minn flokkur er í erfiðustu stöðu sem hann hefur verið í áratugi. Mér langar til þess að glíma við þetta verkefni. Ég veit að það verður dregið úr trúverðugleika mínum, en það verður ekki ráðist á grunngildi Sjálfstæðisflokksins og ef við fylgjum þeim, höldum þeim hátt á lofti, að þá munum við vinna aftur traust. Ég held að við séum á réttri leið. Ég held að þessi skýrsla gefa okkur gott tækifæri til þess að halda þeirri vinnu áfram. Það hefur aldrei hvarflað að mér að þetta myndi gerast í einni hendingu. Þetta er auðvitað gríðarlega mikið áfall fyrir kjósendur flokksins, fyrir forystu flokksins, fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem þarf auðvitað að fara mjög nákvæmlega yfir þetta allt saman. En ég er tilbúin í það verkefni og jafnvel þó að menn vilji bregða fyrir mig fæti og gera mig ótrúverðugan á þeirri leið. Varðandi varaformanninn, þá verð ég að segja að þau lán sem að þar er að ræða eru auðvitað fullkomlega óeðlileg. Þau eru sem sagt hluti af óeðlilegum launakjörum sem fyrirfundust innan bankakerfisins. Þetta er hins vegar ekki lán sem að Þorgerður sjálf tók þó að það sé lán sem að fylgir auðvitað í þeim hjúskap sem hún er í. Ég ætla að gefa Þorgerði tækifæri til þess að svara betur fyrir það sem að þarna er á ferðinni og ég veit hún vill gera það og hún ætlar að gera það fyrir frammi fyrir trúnaðarmönnum flokksins núna strax helgina. En þið talið öllum breytingar, þegar nú hafi orðið svo mikla breytingar í stjórnmálunum, maður verður ekki einhvern veginn var við það hjá almenningi sem að fylgist með umræðum á Alþingi að það hafi orðið svo mikla breytingar í íslenskum stjórnmálum og höfufar. Það hafi nefnilega ekki orðið svo mikla breytingar og það er stóra áhuggefnið núna. Fjármálaráðherra talar afneitun.
Ég átti reyndar ágætis samskipti og ræðustól í þinginu í dag við utanríkisráðherra og mér fannst hann mjög hreinskilinn og viðurkenna að ýmislegt hefði farið úrskeiðis og væri kannski ekki komið í lag ennþá. En mér fannst dálítið skrítið að heyra forsætisráðherra til að mynda að tala ríkisstjórnina með Sjálfstæðisflokki eins og að Samfylkingin hefði bara ekki verið alveg nógu fljót að grípa til aðgerða. Menn ætti að lesa stjórnarsáttmála þeirra ríkisstjórnar. Það átti að auka allt frelsi. Það átti að fara í meiri útrás til fleiri landa og tryggja fyrirtækin væru með höfuðstöður á Íslandi. Að áeggjan Samfylkingarinnar sérstaklega. Þetta finnst mér Samfylkingin þurfa að gera betur upp en aðalvandamálið Þurfum þið ekki líka að gera betur upp til dæmis þau rosalega hagstjórnarmistök sem talað að Framsóknarflokkurinn Má ég tala eins þá eftir? Áhuga því, ég ætla bara að klára hitt fyrst. Stöðan eins og hún núna, hversu lítið hefur breyst. Sjáum til dæmis leyndarhyggjuna, hefur einhvern tímann verið meira núna. Flokksræðið. Ögmundur Jónasson rökklaðist úr ríkisstjórnina því hann gekk ekki í takt og af því að forsætisráðherra talaði hérna áðan ráðningar. Síðast þegar var talið, hvað var búið að ráða marga í ráðuneytin í þessari ríkisstjórn án auglýsingar? Var það 52? Ég man ekki nákvæmlega töluna. Allt þetta við það sama og meira segja það orðið þannig að nú eru menn að stýra fjármálum ríkisins og nota sama orðalagafel og sömu rök á sama háttu bankarnir gerðu. Við þurfum bara að endurfjármagna, vonandi þá rætist úr hlutunum, við þurfum að kaupa okkur ímynd með því að taka fleiri lán. Þetta allt einhvern veginn að endurtaka sig. Svoleiðis að það hefur allt of lítið breyst. Ég held að sé nú ekki hægt að segja að við lítið breyst. Við erum hér að breyta mikið fjármálamarkaðnum. Hvað liggur ekki fyrir þinginu? Löggjöf mikla breytingar og róttækar á fjármálamarkaðnum. Við höfum verið að breyta hér ráðuneytum, stofnað efnahagsráðuneyti, farið að þeim athugasemdum sem fram hafa komið frá erlendum sérfræðingum að efnahagsmálunum sé ekki dreift hér á mörgu ráðuneyti, bara svo dæmi sé tekið. Síðan erum við að taka á mörgu innan stjórnkerfisins og stjórnarráðsins sem er sjá stað bara hér á næstu vikum og þegar komið fram. Þannig að það ekki hægt að segja að þessi engar breytingar sem að hafi ekki skeð. Við erum að taka raunverulega öllu stjórnkerfinu frá A til Ö og endurskipuleggja og það það sem þarf að gera. Það þarf að fara í uppstokkun og endurmat á öllu heila kerfinu. Hér vegna þess að það margt sem að hefur farið úrskeiðis sem við verðum að bæta. Við skulum halda áfram með þennan punkt. Þjóðin tala það breytist ekkert. Ég hugsa hún segi eftir þennan þátt. Þetta áfram sama karpið á milli stjórnmálaflokka. Já, ég hjó eftir því sem að Bjarni sagði hann sagði þessi orð, auðvitað verður siðferðið út í samfélaginu að vera í lagi. Siðferðið á Alþingi verður að vera í lagi númer 1, 2 og 3 því að eftir höfðunu dansa limirnir. Og ef að Alþingi sem er æðsta stofnun ríkisins hefur ekki sinn pakka í lagi, þá grær hér aldrei heilt. Almenningur mun ekki líða það að það sitji hér áfram fullt af fólki á þingi sem á beinan eða óbeinan þátt í hruninu og neitar að bera ábyrgð. Enginn þeirra sem kom fyrir rannsóknarnefndina axlaði ábyrgð á því sem hefði gerst, ekki einn einasti. Og þessu verður Alþingi að breyta. Alþingi verður að breyta þessu hugafari með því að stíga fram fyrir skjöldu sjálf. Þeir þingmenn sem eru þar, formenn þeirra stjórnmálaflokka sem eru þar, þeir verða að stíga fram fyrir skjöldu og segja við þjóðina, þetta gengur ekki lengur. Það fóru 27 nýjir þingmenn inn í seinustu kosningum. Ég leyfi mér að halda þið fram að hver einasti þeirra nánast hafi farið inn vegna þess að honum blöskraði algjörlega hvernig fór. 23 þeirra fóru beint inn í flokksmaskínurnar. 23 þeirra fóru beint inn í flokkakerfið og hafa þar verið að spóla í sömu hjólfurum og allir aðrir þingmenn hafa gert á þingi undanfarna áratugi. Þessu verður að breyta. Það verður að taka þetta nýja blóð sem að komið inn á þing og segja við það, nú hafið þið nýtt spil, fritt spil, þið eru nýjir þingmenn, komið þið með hugmyndir, við sem erum búin að vera hér samanlagt í 60-70 ár, við þurfum að stíga til hliðar, það verða að vera alvöru breytingar á Alþingi, fyrst þar, þá geta þær gerst annar staðar, þá hægt að breyta stjórnsýslunni, þá hægt að byggja hér upp samfélag með siðferðisvitund sem að verður að vera til staðar. Já, við skulum skoða framtíðina. Við skulum örstutt við. Bara örstutt. Ég sitt ekki undir því að mér séu lögð þau orð í munn að ég sé að segja það að sé lægi að siðferðisvitund sé eitthvað óheilbrigð inn á þinginu. Og ef að siðferðir er lægi út í þjóðfélaginu, Þór, að þá að sjálfsögðu rata góðir þingmenn inn á þingið. Við höfum gert margt til þess að auka gegnsæði á þinginu. Það rangt sem þú varst að segja hérna áðan
að löggjöfin fjármál stjórnmálaflokkana sé ykkur miklu ólagi. Við erum með strangari reglur heldur en gilda allstaðar annars staðar í samanburðarlöndunum. Miklu strangari reglur. Við erum búin að auka gegnsæi varðandi framlög til stjórnmálamannana og ég tek undir hvert einasta orð sem Þór segir það að siðferði í stjórnmálum þarf að koma til sérstakra skoðunar í framhaldi af útgáfu þessari skýrslu. Ég hef aldrei staðið fyrir og sérstaklega ekki Sjálfstæðisflokkurinn þessi 80 ára gömlu stjórnmálasamtök sem Sjálfstæðisflokkurinn að siðferðið þurfi ekki að vera í lagi á þingi. Það nú aldeilis annað. Í þeirri nefnd sem hefur verið að fjalla fjármál stjórnmálaflokka þá hefur enginn barist eins mikið gegn framlögum frá fyrirtækjum að það verið bannað heldur en fulltrúi Sjálfstæðisflokks. Þetta er bara rangt og ég veit að Jóhann og Steingrímur geta staðfesta að Sjálfstæðisflokkurinn lagði það til við gerð frumvarpsins sem að núna eru gildandi lög að öll framlög til stjórnmálaflokka frá lögaðilum, frá fyrirtækjum, yrðu bönnuð. Það tókst engin sáttu þá á þeim tíma. En við skárum þau hins vegar svo við nögl að þau nema núna að hámarki 300.000 krónum á ári. Ekkert annað Norðurland með reglur sem eru í neinni líkingu við þetta. Við erum með dæma Norðurlandunum bæði Svíþjóð og Við skulum nákvæmlega setja punkt hérna. Geta runni takmarkalausa fjárhæðir til Takk fyrir þetta Bjarni. Við nefnilega ætlum að reyna að ná einu smá hring og líta þá aðeins til framtíðar. Það sem að þessi skýrsla að segja, hún að segja hér á blómatíma sem við heldum að væri samfélagsins, þá voru fjölmiðlarnir veikir, fræðasamfélagið var veikt, stjórnsýslan var veik, stjórnmálaflokkarnir voru veikir og atvinnulífið má segja hel sjúkt. Núna ætlum við að fara að laga þetta, en á sama tíma þá þurfum við að skera hér allt niður í hengla. Er hægt að laga það sem að var þegar að verið að skera hér allt niður? Já, eitt getum að vísa ekki lagað sem að má segja að á mörgum stöðum standi í þessari skýrslu að Ísland er mjög lítið land. Við erum með litlar einingar, oft veikburða. Ég held að við erum að taka núna allt stjórnkerfið og skoða það, hvort að meðalans viðbrögð við þessum sjónarmiðum sem þarna koma sterkt fram og eru vel rökstudd, eigi ekki að vera að sameina og efla einingar í okkar stjórnsýslu, bæði ráðuneyti og stofnanir. Það eru mjög fáar, veikar, dreifðar einingar í okkar kerfi og af því við erum fámenn þjóð og þetta eru litlar einingar, þá eru þar vanmegnuðar. Það vantar kannski massan og sérfræðiþekkingun á ýmsum stöðum, ekki síst til þess að takast á við erfið verkefni eins og þau sem koma upp þegar á bjátar eins og gerði í aðdraganda og í hruninu. Við vorum algerlega óburðug á allan hátt til þess að takast á við þær aðstæður sem koma upp í raun og veru frá 2006, sem að tali nú ekki upp frá með byrjun árs 2008, þá þetta litla stjórnkerfi okkar einhvern veginn bara lamað. En þú getur ekki styrkt þetta alltaf á sama tíma og þú ert að setja þetta í fjársvelti til þess að bregðast í hruninu. Við búum ekki til gull, svo aðferð hefur ekki verið fundin upp ennþá. Við getum ekki breytt því að við erum ekki 1,5 milljón, við erum bara 320.000, þannig að við verðum að finna okkur leiðir og skipulag til þess að takast á við þetta eftir sem áður og við höfum takmarkaða peninga. Það getum við gert. Grunnreglan er bara gott siðferði og gott skipulag og heiðarlegar og gagnsæjar reglur. Við töluðum hérna fjármálin og stjórnmálin áðan. Ég sammála forsætisráðherra og Bjarna að núverandi lög eru góð og til fyrirmyndar af flestu leyti, en þau eru bara 30 ára gömul. Og stór hluti af því sem hér í skýrslunni er einmitt spillingin sem þraufst í samskiptum stjórnmálaflokka og fjármálalífsins áður en lögin komu. Og þau komu svona seint, Bjarni minn, vegna þess að flokkurinn þinn var alltaf á móti því, en hann á heiður skilir fyrir að skipta loksins skoðun. Og við sjáum þessi óhemjulegu hagsmunatengsl sem þarna voru áður en að lögin settu því skorður og þök og tryggðu að nöfn fyrirtækja sem styrkja flokka kæmi fram. Það er að vísu eitt flokkur og ég ætla að fá að segja það hérna, þó mér sé máli skilt, sem sker sig þarna algerlega úr eins og í fleiri og það er Vinstrihreyfingin grænt framboð af hverju vegna þess að þegar við stofnuðum flokkin þá settum við okkur sjálf okkar eigin reglur sem eru í anda þess sem nú í lögum. Það hefðu allir hinir flokkarnir geta gert. Þetta er eitt af því sem við erum að glíma við og þarna erum við búin að taka málunum, hvað varðar samskipti stjórnmálana og fjármálana, en það er aðeins eitt af mörgu sem við þurfum nú að fara í gegnum og betrum bæta í okkar stjórnmálum, stjórnsýslu, laga og regluverki og svo framvegis. Það fer ekkert milli mála. Ég held að við séum öll saman það að það er ýmislegt sem þarf að gera en við komumst ekki lengra því miður í kvöld. Nei, ekki nema þú ætlar að syngja fréttum enn frekar. Sigmundur Davíð, Jóhanna, Þór, Bjarni og Steingrímur, kærar þakkir fyrir að vera með okkur í kvöld.
Kastljósi lýkur þar með. Já, og við byggjumst velveringar á því að dagskráin hjá okkur orðin svolítið sein, bæði út af fréttum og eldgosi og svo þessum lengri umræðum foringja þeirra stjórnmálaflokka sem sæti á þingi.